Hér erum við í Vorhús á Akureyri og hér verið að gera og græja fyrir handverkshátíðina. Já, heldur betur. Við hefum verið núna alveg á fullu síðustu vikurnar að undirbúa okkur fyrir handverkið í Efarsveit og það gengur bara rosalega vel. Hvaða þýðingu hefur það fyrir ykkur að vera á handverkshátíðinni? Það hefur bara gífurlega mikla þýðingu. Þarna vettvangur til að hitta viðskiptavini og eiga samtalið við viðskiptavinin sem mjög mikilvægt. Þá fáum við alls konar svona komment og skoðanir á vörunni og svo getum við líka skýrt frá vörunni okkar, hvernig hún og gæði og þess að þar. Pælingin á bakvið og innblásturinn. Já, akkurat. Já, það bara mjög mikilvægt. Þannig að þetta skiptir miklu máli fyrir bara allan rekstur og allt árið hjá þeim sem eru að starfa í hönnun á Íslandi. Já, það getur gert það. Þetta náttúrulega mjög mikilvægur vettvangur og bara svo náttúrulega ýmislegt sem gerist á eftir handverkshátíð, þarna kemur fólk og að kynna sér og svo jafnvel eftir handverkshátíðina þá koma aðilar sem við hittum og vilja koma í áframhaldandi viðskipti. Í þessum hönnunarbransa skiptir miklu máli að vera á tánum og vera með nýjungar og þið eru mikið að hugsa um það. Já, það bara mjög mikilvægt að koma með mikið að nýjungum og í ár þá erum við til dæmis með þessa bolla í tilefni af 10 ára afmæli fyrirtækisins. Við létum gera þessa bolla með svona silfri á, gerðum hátíðlega útgáfu af bollanum og það til dæmis þessi blái og svo erum við með fleiri liti á bakvið, alla þessa. Já. Og ekki nóg með það, heldur allir við að koma með fyrir jólin rauðan bolla. Þessi er rosalega flottur. Og við hefum fengið alveg gífurlega góð viðbrögð við þessu hérna. Þannig að við erum mjög spenntar fyrir jólunum. Og svo, það er ekki bara bollar, það er líka nýhandklæði með krummamunstrinu. Það er líka eitt af því sem að fæðist oft svona við að hitta viðskiptavini að þeir koma með einhverja ábendingar og oft verður eitthvað úr því. Og það er þannig að núna erum við komið með krumma handklæði til dæmis og það er bara, við erum líka mjög spenntar fyrir því. Þannig að það er aldrei að vita að núna á handverkshátíðinni kom einhverja ábendingar sem að vera til þess að það verði til nýjar vörur á næsta ári. Já, hver veit, það er líka bara mjög spennandi. Þið þurfum að hugsa langt fram í tíman, hér erum við jólabollan. Já, við þurfum eiginlega alltaf að vera svona pínu ári á undan, eiginlega. Ef það er eitthvað sem við höfum hugað að gera, framleiðsluferlinu á langt og hönnunarferli líka, og það er oft eitthvað sem að fólk gerir sér kannski ekki alveg grein fyrir. Hvað ferlið í rauninni langt sem að tekur að hanna nýja vöru. Og eins og þessi bolli, hann er ekkert komin í sölu, við erum að fá svona frumsýningu á honum. Já, þetta er bara algjör frumsýning og en fyrir jól þá kemur hann í sölu. Og síðan þið viljið gefa ykkur út fyrir að vera í góðum samskiptum við kunnan og þið eru með gjöf til viðskiptavina. Já, við tókum þá ákvörðun að láta hanna alveg sérstaklega svona þvotastykki að allir viðskiptavinir sem að versla fyrir 4.000 krónur eða meira, þeir fá gjöf svona þvotastykki frá okkur. Og það er í vefverslun og í verslunni hjá okkur og það verður líka á handverkshátíðinni. Fyrir hvað stendur Vorhús? Vorhús er gamalt bæjarheiti sem að stendur eiginlega bara fyrir okkar hús. Fyrir hvað stendur ykkar vörumerki? Það stendur fyrir gæði, notagildi og endingu. Hérna fyrir aftan okkur er matastell og kaffistell. Já. Er þetta nýjung hjá ykkur? Já, þetta er nýjung hjá okkur. Þetta var fyrst kynnt núna á Hönnunarmars og hefur fengið alveg gífurlega góðar viðtökur með klassísku munstri eftir verkum Sveinbergar Hallgrímsdóttur og við erum bara mjög spenntar að kynna þetta núna í Efarsveit. Er til eitthvað þessu líkt á Íslandi? Nei, það virðist ekki vera. Ég er nokkuð viss að þetta sé eina stellið sem er á þessari stærðargráðu hérna á Íslandi. Og hér eru það á fullu að gera og græja fyrir hátíðinni? Já, það er alveg heldur betur. Við erum búin að vera fullu núna að undirbúa okkur með nóga vörum til að bjóða upp á.
og gengur vel? Já, það gengur mjög vel. Hófí einn af örfáum skósmíðameisturum sem eftir eru. Hún núna fullu að smíða íslenska skó fyrir handverkshátíðina. Ég ætla að kíkja málið. Hófí, hvað ertu að gera núna? Herðu, ég semst að límbera sólana sem að fara undir KB heilsuskóna. Það það sem þarf að líma hvert og eitt einasta stykki saman. Er þetta skór sem þú fer með á handverkshátíðina? Já, þetta eru skórnir sem við erum búin að vera með þar undanfarin ár. Þetta eru nú erum við bara að vinna upp lagerinn í rauninni því að það einhvern veginn, maður ætlar alltaf að vera með nægan lager og til nú og snemma en svo bara selst þetta jafn harðan. Hvernig áætlarðu hvað þú þarft af hverju pari? Heyrðu, það eru náttúrulega ákveðnar stærðir sem að seljast langmest. Maður kannski ekkert að framleiða marga tugi para í 36 og 47-8 en við höfum svona svolítið tekið bara rúning af því sem við höfum verið að selja undanfarin ár og svo bara hafa nógu mikið af hverju í rauninni. Ef það eitthvað eftir þá selst það seinna, þetta ekkert sem að skemmist þannig. En það ekki þannig að það selst rosa mikið að 39 eitt ári að þú getur bara framleitt rosa mikið af því og það reddi næsta ári og eftir? Nei, ekki alveg. Það nefnilega ótrúlega misjafnt bara eftir árin hvað að seljast. Og þetta og svo náttúrulega mjög ofta handverkshátíð ef það klárast eitthvað eitt númer þá bara tökum við niður pantanir sem við getum svo bara afgreitt frá okkur út í ágúst. Það eftir handverkshátíð. Fólk ótrúlega sátt við það að fá vöruna sína bara að senda. Hvað við handverkshátíðina sem færið til þess að koma aftur og aftur? Herðu, ég held að sé þetta að fá að hitta fólk og bara kynnast kúnnunum. Það og við náttúrulega erum með þá sérstöðu að ef það eitthvað, ef fólk ekki eins og allir, það náttúrulega ekki allir fætur eins, þá getum við svona aðeins þjónusta fólk með það að til dæmis að setja hækkanir undir skóna. Ef fólk með rosalega bólgur eða bjúga þá bara, tökum við bara og breytum skónum aðeins hjá okkur og komum út við fólk með það. Þannig það þetta að hafa samskipti við kúnnana, ekki vera bara að setja vöruna þeirra í einhverja búð og þú sérð aldrei þann sem að kaupa eða taka við vörunni. Það voða gott fyrir sálina. Já, ég trúi því. Færðu góð viðbrögð á hátíðinni? Já, við höfum bara alla tíð fengið mjög góð viðbrögð. Það náttúrulega fólk var vant til að sjá þetta fyrir mörgum árum þegar að Kristinn Bergsson var með þetta. Hann tók þátt í handverkshátíðinni fyrir ekki verða bara fyrstu handverkshátíðinu sem voru haldnar. Og svo náttúrulega hvarf þetta frá handverkshátíðinni í svolítinn tíma og svo höfum við verið núna undanfarin ár. Það bara ótrúlega gaman að hitta fólk sem kannski keypti fyrstu skóna sína hjá honum á handverkshátíð. Já, fólk að koma aftur. Fólk að koma aftur og kannski endurnýja skóna. Og það bara æðislegt. Koma með börnin sín og segja ég nenni ekki að láta hann stela skónum mínum áfram. Ertu til að selja skó fyrir hann? Það jú, það var ótrúlega margir byrjaði að kaupa sér svona skó út af því að þeir voru alltaf að stelast í skónina mömmu eða afi átti svona skó og ég þannig að þetta var ótrúlega gaman að hitta fólk og fá að spjalla aðeins og Þetta uppskeruhátíð? Já, ég myndi segja það. Þetta væri svona svolítið uppskeruhátíð og þetta bara viss punktur í árinu, þetta viss stemning að koma þarna. Þetta ótrúlega gaman. Þetta hitta allt hitt fólkið og já, þetta bara ótrúlega gaman. Eru margir í þessum, bransa hér á landi? Skóbransanum? Já. Nei, ég get ekki sagt það. Það eru talsvert skósmiði, ekki talsvert, við erum að tala kannski 20 mann sem eru lærðir skósmiðir, þá það bæði skósmiðir og skóviðgerðamenn. Sveinsbröðu skiptist í tvennt í rauninni og við erum að vera ansi fá sem að vinnum við þetta. Ég held að ég sé eina mannskjan á landinu sem með stöðuga framleiðslu af skóm yfir árið. Þannig það bara, já, þetta svona svolítið fækkandi í þessari stétt. Þetta líka, það ekkert auðvelt að komast að út af því bara þetta yfirleitt einyrkjar sem að eiga erfitt með að höndla það að taka svein til sín því að náttúrulega alltaf kostnaður í kringum auka starfsmann. Þetta bara
En svo eru nokkrir heppnir sem koma af stað og fá að læra þetta. Þá skiptir kannski máli að vera á hátíðum svona eins og handverkshátíðina sem getur kynnt þessa sérstöðu. Já, og að fólk viti af því bara já, býtu það ennþá til skósmiðir og þetta er líka það að fólk bara, já, þeir eru með viðgerðir. Ok, frábært. Ég er búin að búa á Akureyri þetta lengi og ég hef aldrei vitað til þess að vera skósmiður. Sem er ótrúlegt, ég hef búið að vera skósmiður hérna bara alla tíð, reyndar ört fækkandi en þó skósmiður. Það er hérna bara ótrúlega margir sem hafa ekki hugmynd að sé skósmiðurinn. Nei. Þannig að... Og ég verði eiginlega að spyrja bara af hverju ákvaðst þú að verða skósmiður? Herðu, ég held að þetta hafi verið bara smá slembilukka. Ég vissi ekki alveg hvað ég ætlaði að gera í lífinu. Ég var í lögfræði, en ég hef einhvern veginn alltaf verið miklu meira fyrir það að vinna í höndunum. Og þetta bara, einhvern veginn, einn daginn var ég allt í einu komin á samning hjá skósmiði í Hafnarfirði og svo bara, já, ég fann bara, eins og ég segi, rétta hillu í lífinu og hún var skóhilla. Þannig að það er hérna, þetta bara átt að gerast og ég er ótrúlega ánægð með þetta. Fá að gera það sem ég elska á hverju degi, geta farið ánægð heim úr vinnunni, farið ánægð í vinnuna. Það er hérna bara ótrúlega mikils virði. Takk hérlega fyrir spjallið og bara gangið vel á handverkshátíðinni. Já, takk fyrir. Þá erum við búin að sjá hvernig á að límbera skó. Yfir til þín, María. Takk fyrir þetta, Skúli. Það er gaman á handverkshátíðinni en eins og þið sjáu hérna fyrir aftan mig þá er verið að gera sviðið klárt fyrir stóru tónleikana annað kvöld og af þeim vill enginn missa. En í Reykjavík er hópurinn hans Friðriks Ómars að gera sig kláran og þar standi yfir æfingar og við ætlum að leyfa þeim að eiga loka tónana í föstudagsþættinum að sinni. Við sjáum svo öll á fiskideginum mikla á Dalvík. Takk fyrir að horfa og velkomin á Dalvík og hafið það sem allra best, verið sæl. Æfingarnar hafa gengið alveg ótrúlega vel og þessi hópur er orðinn bara mjög samstilltur og flottur og náttúrulega hljómsveitin er búin að vera að gera þetta með okkur núna í 6 ár þannig að vélin er einstaklega vel smurð og okkur hlakkar bara rosalega mikið til að telja í. Við byrjum klukkan korter í 10 nákvæmlega hafnarsvæðinu á Dalvík og svo náttúrulega lýkur þessu öllum með glæsilegri flugeldasýningu frá björgunarsveitinni. Þannig að ég bara hvet alla til þess að mæta og skemmta sig með okkur.